En við erum kannski hefðbundnari leikskóla, við erum með börn frá 1,5 árs og alveg þangað til að fara í grunnskóla. Þannig að við erum með alla breiddina í aldri. Og ég verð líka að afsaka innilega, og ég veit hún er sannlega ekki eftir að fyrirgefa mér, en ég gleymdi Ellu í vinnunni. Ég ætlaði að sjálfsögðu að vera með Ellu hérna í dag. Ég veit ekki, hún var örugglega mjög fúl út í mig. En allavega, þá sem sagt, höfum við í Fífuborg verið í svolítinn tíma að vinna með umhverfismennt og í gegnum grænfánan og líka einu sinni með grænu skrefin. Og sem sagt, þegar ég byrjaði í Fífuborg árið 2008, þegar kreppan skall á, þá sem sagt, voru bara allar ruslatunnur til dæmis yfirfullar af teiknipappír og það þótti bara algjörlega eðlilegt. Og ég fór að tala við stjórnendur sem tóku gríðarlega vel í það að vinna með þetta og margir innan leikskóla sem höfðu svo sannarlega áhuga á að gera betur. Og bara 2009 þá var stefnu umhverfisnefnd og við höfum fengið reglulega grænfána síðast og fengum hann í janúar 2020 í 4. sinn. Vissum nú ekki alveg hvað beið okkar þá. En já, þannig að við höfum verið í svolítinn tíma í þessu. Og það svo gaman að segja frá henni Ellu, af því að Ella svona fulltrúi grænfánaverkefnisins í Fífuborg. Og hún minnst hún svo fullkomlega í svona anda alls þess sem grænfánaverkefni stendur fyrir. Af því að til dæmis hugmyndin kom frá foreldri á svona samráðsfundi þar sem foreldri áttu sinn fulltrúa. Og þetta foreldri hafði einmitt kynnst í gegnum annað verkefni í leikskólanum, hvað brúður geta verið áhrifaríkar, og eins og Sigurlaug sagði, sko, allt sem Ella segir svo miklu merkilegra en það sem ég myndi nokkuð tímann segja. Og þetta foreldri stakk upp á, en hvað með að nota brúðu til að vinna með umhverfismennt. Og dúkkan fannst nú bara upp í skáp, ég veit ekki einu sinni hvaðan hún en þetta svona handbrúða sem fannst bara upp í skáp sem á myndinni. Og ég myndi anda lýðræðispælingarinnar í grænfánaverkefninu, þá komu bara börnin með hugmyndir. Og svo skemmtilegt, svona fullkomin dæmi hvernig þau sjá hlutina öðruvísi. Við starfsmennir einhverju hluta vegna fannst okkur þessi dúkka vera svolítið svona strákaleg, en í þeirra huga var þetta augljóslega stelpa. Og sem sagt, það komu margar tillögur og svo var kosið og Ella varð ofan á. Og sem sagt, við kölluðum hana Ellu endurvinnsludúkku fyrst, en svo einmitt, ég man ekki hvort það er fyrra eða heiti fyrra, þá kom einmitt ábending frá foreldri sem sagði, sko, getur hún ekki verið Ella umhverfisdúkka, því endurvinnsla kannski ekki lausn á öllum vanda. Þannig að okkur fannst það svo ótrúlega flott pæling, því auðvitað er hún miklu meira en einhver bara endurvinnslu, heldur við erum að fjalla allt umhverfi. Og hugmyndin með Ellu er að hún komi mánaðarlega inn á hverja deild í heimsókn með svona fræðslu. Og Ella hefur þróast í samvinnu við margra starfsmanna, þó að ég sé í dag að tala Ellu, þá eru marga foreldra. Og við fengum hvatningarverðlaun skóla- og frístundaráðs Reykjavíkur 2019 fyrir Ellu, og þar var það sem dómnefndinni þar fannst skemmtilegt var hvað hugmyndin er aðgengileg, og við erum sammála um það, og það var kannski líka það sem við lögðum upp með. Að þetta eru til dæmis svona fræðsluspjöld sem við eigum, dæmi um það, þetta er bara eitthvað heimatilbúið, og við erum bara að tala um það sem við erum hvort alltaf að tala í leikskólan sem tengist umhverfismennt. Þarna er spjöld til dæmis matarsóun og sko, þessi spjöld eru þannig, þetta er bara blað sem er útprentað, og þegar við erum að nota því í samverustund með börnunum, þá eru myndirnar miklu stærri öðrum megin heldur en þetta sem þið sjáu núna, og textin er aftan á blaðinu, þannig að það er aðgengilegt fyrir flesta starfsmenn að taka stund með Ellu. Og þetta við erum bara að tala um hlutin á einfaldan hátt. Og þarna er einmitt með matarsóun, þú veist, að skammta sér hæfilega, flokkun, útivera og hreyfingu, og ég gleymdi að setja inn spjaldi sem er allra vinsælast, það er handþvottinn og taka bara einu sinni sápu. Af því að við viljum ekki að fara allt of mikil sápa út í sjóinn. Og aldeilis búin að nota það í COVID. Þannig að þetta er svona hugmyndin með Ellu, að hún
svona komi mánaðarlega inn á deild og sé svona, hvað segja, fjallið svona grunngildin bara okkar, alveg sama hvað þema við erum akkurat með í grænfánanum í það skipti, auðvitað kemur hún á sinni því líka. Þannig að hún með nokkur svona spjöld og þið stoppið mig ef þið eru með spurningar, bara kveðið ykkur hljóðs. En við viljum líka Ella sé bara hluti af starfinu. Þannig að við reynum að hafa hana svona umvefjandi og allt kring og til dæmis margir þekkur grænu skrifuna svona límmiða sem að þú veist myndi eftir að slökkva ljósin er prentarinn í gangi eitthvað svona. Og við náttúrulega byggum bara til Ellu miða. Ella minnir á slökkva ljósin. og líka þessi litlu miðar hana fyrir ofan sápuna. Og þá erum við, þú veist, það sem Ella er að biðja okkur að taka bara einu sinni sápu og þessum vatni og svona. Og það er náttúrulega allt annað ef Ella segir það heldur en ég, sko. Og ég vil líka verið svolítið að, þú veist, leika okkur að taka bara Ellu með inn í starfi bara eftir því hvað sem við erum að gera og þarna til dæmis má sjá börn í gönguferð og vel er að gá, þá er kennar þarna fremst í röðin og Ella greið húkir þarna í bakpoka, fekk þar far með. Og svo stoppuðum við á ról og þarna börnin að segja Ellu frá ánamöðkum og laufblöðum sem við fundum. Þannig að við reynum að hafa hana svona í kringum okkur. Og það sem ég glemdi að segja ykkur aðeins áðan með spjöldin var að sko, það er ekkert eitthvað svona sérstakt skipulag, þú veist, í janúar tökum við matarsóun, í febrúar tökum við flokkun, heldur einmitt reynum við að grípa svolítið gæsina hvað erum við akkurat að tala þú veist, hvað er svona í barnahópnum akkurat núna og líka, þú veist, þau henta misvel fyrir aldur. Við erum kannski ekki að fara djúpt í flokkun eða akkurat mikilvægt að endurvinna plast með yngstu börnunum, en elstu börnin ráða vel við það verkefni. Þannig að við veljum svolítið eftir barnahópnum hvaða spjöld við erum að nota. Og svo er eitt svona ráð sem að við notum ekki bara með Ellu eða grænfánaverkefni, heldur mörgum öðrum verkefnum. Og það er bara svo einfalt og það er bara að taka þetta spjald og hengja það upp fyrir framan deildina. Og það er svo ótrúlegt hvað bara því ég hengdi upp eitt spjald fyrir framan deildina, hvað það skilar miklu. Það bara miklu meiri umræður sem fara heim, börnin að sýna foreldri sínum, þú veist, þetta, þú veist, eitthvað sem þau voru að læra. Og auðvitað er þetta ekki þægilegt í COVID, en við reynum og höfum svona aðeins verið að prófa okkur með að hengja hluti hreinlega út í glugga. Þannig að við erum svona að reyna að finna leiðir þrátt fyrir COVID. Og svo langaði mig líka að sýna ykkur bara einu sinni átti leikskólinn afmæli. Og við vorum ekki búin að koma umhverfissáttmála leikskólans í svona aðgengilegt form og var einmitt oft stungið upp á að búa til lag. Og þá ákváðum við bara að Ella gaf bara leikskólanum gjöf og þá voru líka nokkur svona umræður. Fyrst fannst þeim þetta svolítið skrítið, sko, það var engin pakki. En svo erum við líka að tala kannski er það líka bara frábær gjöf að gefa einhverjum lag. Og það var frábær starfsmaður á leikskólanum sem vippaði þessum textu. Og það er alltaf, við þekkjum það sem vinnum í leikskóla hvað er áhrifaríkt að hafa lag hlutin eitthvað, það breytir öllu. Þannig að við notum Ellu-lagið oft. Svo já, einmitt, svo kom 2020. Við í janúar og fyrra vorum með starfsmannafund, vorum búin að ákveða að taka neyslu úrgang og vorum alveg sjúklega peppuð og svo bara skall 2020 á og við fengum kannski heldur ríflegri skammt heldur margir aðrir af því að það voru nýju stjórnendur hjá okkur og þó að væru fólk hefði svo sem kannski færst bara áfram í starfi, þá var að takast á við nýjar áskoranir. Og það var verkfall og framkvæmdir í leikskólanum og svo náttúrulega COVID og kjarasamningar og svo í haust fengjum við hressilega að kenna á COVID, það kom upp smit hjá okkur 2 sinnum og ógleymdri styttingu vinnuvíkunnar. Og þannig að það er svo mikið búið að dynja á okkur eins og við könnumst öll við.
Þannig að ég settist einhvern tímann, gafst mér tími til að anda núna í janúar og ég var bara, guð, við erum ekki búin að gera nokkuð skapaðan hlut í þessu grænfónaverkefni og fékk svona smá sting í magann. En svo fórum við kannski bara aðeins að hugsa og það er náttúrulega verkefni er kannski bara inngrónar í leikskólan heldur en við kannski stundum höldum og myndirnar er til dæmis frá því bara í haust þegar það var þessi landsöfnun með birkifræin og þetta var bara frjálsleikur í útiveru, það var ekki flókið í framkvæmd, það var bara þau börn sem vildu og það var svo gaman, sum börn komu, við gerum þetta í nokkra daga, sum börn komu aftur og aftur og nenntu að standa í röð til að fá að standa upp í tröppum að tína birkifræ og meðan önnur sýndi bara engan áhuga og það er bara allt í lagi. En þetta var til dæmis svona bara dæmi eitthvað lítið sem hægt að grípa og allir geta vera með því. Það voru alveg litlu trítlarnir alveg jafn mikið á stórum. En ég ætlaði að segja ykkur að á þessu ógleymanlega ári 2020 að við náðum nú samt að gera ýmislegt og eru til dæmis myndir af jólagjöfunum og það var svo gaman því ég var að biðja deildarstjórnum myndir að flestar þeir voru, já, það er rétt, við gerðum úr endurnýttum efni við. En það sýnir okkur bara hvað við erum inngróin einhvern veginn í innan hugsunarhátt og ég veit að það er í mjög mörgum leikskólum. En elstu börnin til dæmis saumuðu poka úr efnisafgöngum, taupoka og þau gerðu líka kerti úr svona endurnýttum kertaafgöngum. Og næstu elstu börnin í horninu, þau bjuggu til skálar úr svona efnisafgöngum. Og það var svona dæmi frá bara samvinnu, við höfum gert þetta nokkur ára undan og þá höfum við alltaf keypt svona veggfóðurslím og svo kom bara starfsmaður sem að kunni að búa til hveitilím í potti, ég kann það ekki. Þá urðu bara til frábæra skála sem börnin bjuggu til með því að klippa niður efnisafganga og líma saman með hveitilími. Og svo eru þarna ungbarn að mála kertakrukku, það er nú alveg sígilt. Og svo vildi ég líka að sýna ykkur að þrátt fyrir að þetta ár hefði verið svona ógleymilegt hjá okkur öllum, að þá áttum við smá pening í árslok og allir sem hafa starfað í leikskóla vita maður þarf að eyða því áður en árið er búið því að annars fær maður ekki peninginn. Og við til dæmis ákveðum að splæsa til dæmis í þessa fínu kústa, ég veit ekki, er þetta svona kallað letingi eða eitthvað, svona fægiskófla og kústur. Og allir þekkja eins og þessi hvítandi hliðar sem með hár, svona gervihár og plasti, það er svo erfitt að þrífa þetta, oft maður bara henda þessu ekki af því að plasti sé brotið eitthvað heldur bara því að hárinu er svo ógeðslega, maður næri ekkert að þrífa þetta. En við splæstum sem sagt í þessa dýru og vönduðu kústa úr viði, reynda með plastskóflu og ég á svona, þetta er svo fárlega þægilegt, bara skólandi undir vaski af því þetta eru hrosshár, þú veist, það er svo auðvelt að þrífa þau. Og svo hangir þetta bara þarna á og þotnar og bara kústurinn er hreinn og fínn, þannig að við sáum fyrir okkur að við myndum spara okkur ýmis kústakaup og jafnvel vera ennþá hreinlátari með þessu. Og svo með COVID, loksins komum við í gagnið að búa til svona litlar, hvað segir maður, handþurrkur. Og þetta er útfærslan hjá okkur, efst eru hreinu klútarnir og svo setja þau þarna niður í óhreint og þetta er náttúrulega bara alls konar, fyrir sumbönnum í erfitt þetta sé í alls konar litum að þau verða, þið vitið að fá bleika klútin eða ljósbláa klútin eða eitthvað, en það er náttúrulega, þetta er bara í alls konar litum að þau voru náttúrulega bara að nota alls konar handklæði sem voru til, það fannst ýmislegt þegar farið var að leita og við erum svo lánsöm að hafa starfsmann sem líka bara á saumavél og ég kann ekki einu svona að segja þetta, overlocka þetta eða eitthvað, ég veit svona, þannig að þetta myndi ekki rakna upp. Og svo keyptum við þarna að sjáu svona stálklemmur eða málmklemmur, við erum sem sagt til þess að hengja upp blauta vettlinga við hólbarnana vorum við alltaf með og sést líka á myndinni svona plastklemmur eða tréklemmur en það detta svo mikið í sundur og fyrir þetta náttúrulega, sum náttúrulega sérhæfa sig bara að taka þetta í sundur hreinlega. Sem börn, en þessar málmklemmur að reynast mjög vel, auðvitað kostar svona pening, en þetta að reynast mjög vel til að hengja upp vettlinga og þolir
dagleg umgengni í leikskóla. Og svo vildi ég líka sýna ykkur að þarna, til dæmis hérna á þessari glæru erum við náttúrulega að hérna kannski setja smá tíma og peningi að versla hluti sem að við teljum að endumst og til lengri tíma dragi úr neyslu og séu umhverfisvænni að þeir eru fjölnota. En það er líka svo margt sem að, þú veist, það þarf ekki alltaf að fjárfesta í ykkur. Til dæmis höfum við í mörg ár endurnýtt póka sem tilfalla undir blauðföt og bleiur og spörum þannig póka og endurnýtum pókan sem fær annars beint í endurvinnslu. Þarna sjáum við til dæmis brauðpóka, eplapóka, yngri deildum, ég veit að nota alla bleiupóka undir kúkableiur, undir blauðföt, Sirius-pókarnir og hérna við til dæmis tókum umræðu, margir leikskólar hafa verið að kaupa svona vatnsheldapóka, svona pulpóka eins og notaður undir taubleiur. Kannski foreldrafélögin verið að gefa öllum börnum fyrir blauðföt til að taka heim. Og við vorum að spá í því og foreldrafélagið var alveg tilbúið að splæsa í það, en svo fannst okkur bara, okkur ekki frekar að nota það sem tilfellur hvort þið er. Það er ekkert hægt að koma pókar undan brauði, pókar undan Sirius. Þannig að hérna, við ákváðum að það henta okkur betur og okkur fannst meiri svona grænni hugsun í því. Það var allavega búið að nota það nokkrum sinnum áður en þeir fara í endurvinnsluna. Og svo er hérna hugmynd sem hefur reyndar ekki gengið í COVID eins og svo margt annað. En við höfum komið safnað svona upp í vinnu þegar eru afgangar af mat. Af því maður var ofta að taka, þú veist, það þurfti ofta að setja plastfilm í utanum eða setja í plastpoka eða eitthvað svona. Að hérna, þú veist, það safnast hvort er heima hjá manni alls konar plastílát, ísbox, piparkökubox, ég veit ef maður kaupir eitthvað svona salat eða eitthvað, að hérna nota það aftur og þannig að, þú veist, við höfum notað það þá til að taka afganga heim eins og hérna einhver annar leikskóli var að tala með Draga Matarsson. Þannig að við hérna þrátt fyrir miklar áskorunir sem að hérna við könnumst nú öll við á þessu ári, þá var allavega reynt að finna leiðir. Þetta er ekki það sem við vorum búin að skrifa fallega niður í janúar 2020 og við ætlum að gera, en hérna hver veit nema við förum að komast í það. Og já, þannig að ég ætlaði bara að segja takk fyrir og bara ef það eru einhverjar spurningar endilega látið vaða.